Hæ, Guðni hér frá Hljóðheimum. Við ætlum að tjekka á hvernig við getum búið til wobble effekt inn í live. Og við ætlum að nýta okkur autofilterinn sem inn í live og svo LFO effektin sem kom með Max for Live. Og við byrjum á því að til að byrja með ég að nota hérna Chaos Oscillator frá Korg. Og ég ætla að fá úr honum hljóðið og wobla það. Og við byrjum á því, við förum hérna í Audio Effects, tjekkum síðan hérna á autofilter, smellum honum hérna á rásina, þar sem hljóðið og svo förum við hérna í Max for Live, LFO. Og það undir Max Audio Effect. Og það sem við viljum byrja á, við viljum byrja á að hafa áhrif á tíðnina. Þannig að autofilterinn fari upp og niður, upp og niður, upp og niður. Og það gerum við með LFO verkfærinu. Við byrjum á því að íta á map hérna á LFO-nu og svo velja frequency. Og þá sjáum við, þá byrjar þetta að fara upp og niður og það ákvarðað þannig wobble effekt. Þannig að ef við íti núna fæði þennan effekt. En við ætlum að gera eitt viðbútt. Ég ætla að íta á Command M eða Control M á PC. Svona. Og núna ég með hérna BCR 2000 frá Behringer. Controller, MIDI controller. Og ég ætla að MIDI mappa rate og depth. Og það sem depth gerir það að hann segir til hversu langt effektin á að fara. Það filterinn. Á hann að fara alveg hérna, þá hann í 100%. Og hann í 50, þá fer hann bara hingað. Sjáðu þið. Þannig að við tökum þetta aðeins af hérna aftur. Og við erum hérna í 50, þá fer hann bara halva leið. Og ég ætla að MIDI mappa það og svo rateið. Og rateið ef ég fer með það alveg niður í 0 Hz, þá gerist ekkert. Ef ég fer alveg í max, þá fer það bara ótrúlega hratt. Og það ákveður hversu wobbleið fyrir hratt og hægt. Ok, Command M eða Control M. Og nú ætla ég að finna takka á hérna MIDI kontrollinum til þess að stjórna með. Og það vel hérna og hérna. Ok. Og núna get ég stjórnað með MIDI kontrollinum, rateinu og depthinu. Heldur cool. Svo ég hérna með trommulúpu sem ég ætla að spila yfir, pröfum þetta. Mjög cool og það hægt að gera fullt af flottum hlutum með LFO-nu. Bara hugsa út fyrir kassan.